Herru, ég ætla að sýna ykkur aðeins hvað við erum búin að gera hérna. Þetta vinna sem enda í gangi. En við erum að gera ráð fyrir þessum innstefnulokum hérna. Og þetta loftræstikerfi sem þannig að það er alltaf bánansarð. Það kemur loftið inn, loftið út og innstefnulokunir eru hérna. Og í brunatilviki þá viljum við sjá það þegar við erum að sjúga út loft hérna hvort að það smiti inn í önnur rými. Og við notum FTS-forrit sem þið kannast kannski við sum. Og þetta er svona ákveðin FEM-aðferð. Hérna er 914 í reglugerðinni og við viljum uppfylla þetta markmið með hermun og rökstuðningi. Og hérna er talað um loftblasara sem er hlutur fyrir náttúrulega margar sem skulum þola þann hita sem þeir verða fyrir. Og við erum náttúrulega varafl þannig, bæði með tvöfaldafæðingu rafmagns og svo erum við með varafl, tvöfaldafæðingu. Hérna er einu deild á 5. hæðinni og við köllum þetta svona svæði. Þetta eru brunahólfin hérna og inn á þessum stofum þá eru rennihurðir sem eru E30. E30. Og þannig að við skoðum eitt svona svæði einu og það liggja eins 7. hæðin fyrir ofan 5. og það eru 2 hæðir saman í loftræstikerfi og svo er blásaran á 4. hæð. Þannig að eitt svona svæði er þjónusta einu blásara. Má ég kannski aðeins fara tilbaka, ef ég má aðeins bara að sem að gleymdist taka fram á það að sem tækni, þess að við erum með hérna skökkt upp, þetta skiptist í raun og veru í 15 svæði hver hæð sem að tæknirýmin fara upp þannig að eins og loftræstikerfi það fer upp eitt skakk hérna. Þannig að það fer frá 4. hæðinni sem fara upp og niður 15 mismunandi skökkt. Þannig að það er alltaf rosalega afmarkað svæði sem hvert og eitt er að þjóna. Hérna sjáum við þetta bara með hlið. Þetta er svæðið sem við ætlum að skoða. Og í módelinu þá er þetta 7. hæðin og svo 5. beint fyrir neðan. Hérna sjáum við í þrívídd. Við tökum takið af hérna til að sjá inn. Hérna er rýmin. Við ætlum að skoða nokkuð dæmi og eitt dæmi er hérna eldur í einu rými hérna út í enda. Nú reikninetið, þetta er svona, það er meiri nákvæmni þegar við minna reikninett. Og við viljum hafa þéttleikan mestan þar sem að brunin er og minna annars staðar þess að við getum spara okkur reiknitíma. Og við erum að skoða 10x10 cm og höfum farið niður í 5x5 cm þéttleika. Hérna er saman lengi áðan. Og loftræstikerfið, það er eins og ég sagði, 5. og 7. hæð og blásarinn er staðsett á 4. hæð. Hérna er svona eldstilvik samkvæmt Insta 950 sem er samræðsstaðal og hérna er svona dæmi eld, 1 megawatt og við sjáum muninn á vaxtarhraðanum, ultrafast, fast, medium og slow. Og þegar við erum með vatnsvöðkerfi þá leyfist það alltaf nokkuð það að fara hérna upp í maximum gildi og halda sér þar í mínútu og svo fer hann niður í 1/3 gildinu. Hérna sjáum við dæmi 3 megawatta bruna og við vorum að skoða þessi tilvik fyrst þegar við vorum að sjá hvort við getum fengið reyksmitt á milli en síðan ákveða að fara yfir í 5 megawatta bruna. Og þegar við komum yfir 5 þá getur við sleppt í að minnka þetta fyrir vatnsvöðkerfið. Þannig að scenaríón okkar eru í rauninni verri en raunveruleikinn.
Hérna erum við að skoða bara mælingar á ýmsum hlutum, bæði inn í loftræstikerfinu og inn í rýmunum sjálfum. Og við viljum sjá hver hitinn er hérna og þrýstingur. Og við viljum líka fylgjast með hitanum og þrýsting inn í loftræstikerfunum. Og eins viljum við sjá hvort það verður smit á milli eða jafnvel á milli hæða niður á 4. hæð. Til þess að fá mikinn hita þá þurfum við mikið súrefni og ef við skoðum svona sem dæmi hvað gerist þegar rýmið er lokað, sem er náttúrulega kannski ekki alveg raunhæft af því að við erum með gler og svona sem getur sprungið við einhvern hita og við getum kannski borað saman við hvað gerist þegar við erum með glugga sem opnast. Hérna til dæmis er tilvik þar sem við erum með loka rými og eldurinn hann vex hérna á byrjun eins og hann ætti að gera. Svo klárar hann súrefnið og fer niður og er í rauninni bara búinn hérna. Ef við skoðum þrýsting inn í þessu rými þá sjáum við að þrýstingurinn byrjar að fara upp og við viljum fá mikinn þrýsting til þess að sjá hvort að ef það væri gríðarlega mikill þrýstingur í rýminu þá gæti hann verið nægilega mikill til þess að hann vinni á móti loftræstikerfinu og fari inn í næstu rými. En þrýstingurinn hann fer bara hérna upp og fellur síðan. Hérna er sænsk rannsókn sem var gerð á þessu og þá steyptu þeir svona rými 25 metra og settu mismunandi brunna inn í rýmið og að mæla þrýsting. Og hvað gerist? Jú, eldurinn klárar bara súrefnið, hann hefur nægan eldmatt, hann hefur ekki nægt súrefni og þrýstingurinn rís og svo þegar að brunnin klárast og allt byrjar að kólna inn í herberginu og þá skreppur reykurinn saman og því hann er gefinn heitur á áður og þá fellur þrýstingurinn. Og þetta er svona samsvörun á milli þessa dæma. En ef við erum með til dæmis glugga sem springur að opnast, þá sjáum við að við náum þessum eldi sem við settum okkur fyrir, sem 5 megawatt. En þrýstingurinn er minni af því að við erum með op á rýminu. Og hérna svona dæmi bara eld inn í rými sem var bara og reykurinn flæðir hérna og svo er loftræstikerfið hérna á 4. hæðinni og þetta er falið og það er sogið niður það og svo hverfur hann þar. Við höfum ekki ástæði fyrir að við prófum 5 megawatt eins og við vorum ekki að sjá smit þegar við vorum að skoða 3 megawatt og við höfum ekki ennþá séð nægilega hvað við þurfum að gera til þess að fá þessi smit en niðurstöðurnar okkar svona preliminary eru þær að þetta sé bara jafn gott og ef við værum með brunnalokur. Einn spurning með loftræsti stokkana er að þeir ekki vera miðaður úr hérna hitaþolnum efnum, soðnir og einangrarefni eða eitthvað í þáttja? Það held ég ekki. Hvað var hitastigið á henni? Inn í rýminu? Nei, í Stokkhólm. Stokkar í loftræstingu? Já, sko hitastigið það verður svo mikil Íblöndun. Það var svo mikil íblöndun sko á lofti að hitinn sem við erum að sjá núna í blásárunum hann kemst ekkert nálægt í sem þeir þola sko. Ég er frá efni sko, nú erum við alltaf að nota snúin röðar og það er eitthvað sem þeir bara í sundu við hita og eld. En ekki að við ekki að nota, já. En til þess að út loftun frá eld, það er náttúrulega allt öðruvísi. Já, við erum ekki að tala þannig hita sko. Það er þess sem við erum að skoða þetta, við erum náttúrulega eftir að skoða þetta aðeins nánar, en við erum bara ekki að fá það mikið hitastig inn í kerfið. Við erum bara, það er bara, ég segi, mikil íblöndun í kerfinu, leiður komin sko út úr fyrsta rýminu sem er kannski 2 metra stokkur eða eitthvað álíka, eða valla það, þá ertu komin í svo miklu íblöndun að við erum að fá það lágt hitastig og hérna að það þá ekki þurfa. Og það var ekki þurfa neina, og þeir til dæmis eins og ég var að skoða þetta, það var svolítið gaman að sjá viðbrögðin hjá Svíunum þegar ég fór að spyrja það út í þetta. Þeir horfðu á mig eins og ég væri einhver kjáni því að þetta er bara venjulegt hjá þeim. Þetta er bara það sem að, og við komum þarna og við vorum bara að uppgötva jólin sko.
og þeir bara, við erum bara með þetta bændu á þessu og bara hvað meinaru og samkvæmt hvaða staðli er það að hanna þetta? Þetta er ekkert hanna samkvæmt einhverju staðli, þetta er bara að uppfylla þessi, varstu ekki með það með ákvæðið? Bara að berist ekki reykur eða á milli brunahólfa, þetta er bara nákvæmlega að uppfylla það. Þetta þarf ekki að fara og þetta, sem sagt, eins og ég segi, þetta byrjaði svona, svo var þetta bara ekki alltaf svona einfalt. Þetta, af því að við erum að nota þetta í fyrsta skipti hér á landi, þá erum við að skoða þetta svona svolítið í þaula og fara svolítið, eins og hann segir, 5 megawatta eldur inn í svona rými, þar sem að fyrstalega eru kröfur í sjúkrahúsum að allar dýnur eiga að vera eldtefjandi eða óbrennanlegar, allt, þú veist, allar, ef það eru einhverjar gardínur eða sem held ég verði ekki, all húsgögn, allt sem að gæti valdið einhverju bruna álagi er svo óbúslega takmarkað að það ætti að vera þar til að kveiki súrefniskútan inn eða einhverju til þess að fá einhvern elda einhverju marki. Þannig að þetta er bara... Það er mjög lítill eldmatur svona að staðaldri inn í þessum sjúkrastofum. Það er málið sko. Og þessi dæmi sem við erum að taka er rauninni bara mjög óraunhæf. Mjög ekstrím, en við vitum náttúrulega sjálfsögðu farið þá átt að þetta er nýtt hérna hjá okkur og við vitum vera alveg 100% vissum að þetta virkaði. Þú hérna var þetta í eldarhurðirnar. Já. Þannig að rennihurðir, það sem að þetta að vera með sko hringur. Já. Ætli að fyrirskrifa þetta sem þá eins og frýsingpumpur eða eitthvað slíkt? Það engar pumpur á rennihurðum, þar sem að Já, ég má meina aðrar hurðir? Þar sem að eru hliðarhengar hurðir með pumpum. Það hefur ekki verið sérstaklega beðið með neina frýsingpumpur, heldur hafa þetta bara verður þar sem er mikil umgengni, þar verður stendur opið á segli. Á seglina? Og annar staðar það sem er minni umgengni en þá er þetta bara hefðbundnar pumpur. Bara svo einu spurning viðbót, læstar tópanir út af fólki heilabilaðar deildir og slíkt? Það er ekki gert ráð fyrir þeim því í þessu húsi. Ekki gert ráð fyrir? Nei. Það er bara engin sérstök þannig deild í þessu húsi. En það verður náttúrulega aðgangsstýring í húsinu og það verður... Brotaróparna sem er ráða? Já. Við erum með hérna hönnuðina fyrir brunavörunarkerfið og aðgangskerfið allt sem hérna líka, þau geta kannski svarað einhverju. Já. Brunavöruna, brunaslangur. Já. Nota brunaslangur eða bara stígleysla í... Það verður stígleysla, enga brunaslangur í öllu húsum. Það er ekki bara að fá það? Ég get alveg að tala út um sko. Hvað segir slökkviliðsins um það? Við erum búin að tala við það og við gerðum það fyrir 2 árum síðan til að byrja með. Og áður en við fórum að stað með þetta, áður en við lögðum þetta og við bara settum sniðið með þeim og lögðum fyrir þau bara mjög rökstudda greiningerð og þau voru bara saman okkur. Hvað reiknar með að fá stórt hlut út af slökkviliðinu á staðinn á hvaða tíma? Ég er ekki komið með það. Ég á eftir að bara setjast aðeins betur niður með þeim í að skoða það. Það er eitthvað sem ég myndi aldrei skoða nema með slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Bara fullu samvinnu við það. Og við höfum átt rosalega gott samstarf við þá á öllum stigum málsins. Og hérna, af því að það er bara eins og þið vitið, það bara skiptir alveg öllu máli sko. Af hverju ekki í slöngunum? Já, ég skal fara í það. Sko, það er, þessi hugmynd kemur eiginlega uppalega frá London Fire Brigade, þar sem ég var að vinna. Og ég var svo hissa þegar ég byrjaði að vinna þar að það voru ykkar... Ertu með hljóðnama? Já. Það heyri ekki í mér. Ekki aftast kannski. Sko, það var þannig að við erum með, við erum með full brunahannað, splunkunýtt hús, sprinklervarið alveg upp í topp
og við erum með góða brunahólfun, við erum með klæðningar alls staðar í flokki 1, við erum með góða flóttaleiðir, aðgengi að öllu, við erum ekki með neina svona gamla króka og kima þar sem við þurfum að komast að. Þannig að ég er ekki að segja að ég sé á móti brunaslöngum alls staðar, en á flestu stöðum. Ástæðan fyrir því að til dæmis að þeir eru að fara frá því á flestum stöðum sem ég þekki til að vilja hafa brunaslöngur í nýjum húsum er að þegar þú ert með brunaslöngu og þú ert með leikmaður, þú ert með eitthvað starfsfólk sem er ekki slökkviliðsmenn og ekki í búnaði, ekki með grímu, ekki með neitt, þá hefur þú ótakmarkað slökkvimiðli. Þú ert með vatn sem kemur endalaust á meðan þú stendur þarna og þú getur staðið allt og lengi með brunaslönguna og leikið hetju og þú fann andaðir alls konar eiturefnum og eiturgufum í staðinn fyrir að ef þú ert með slökkvitæki á bara góða dreifingu á þeim, bara hefðbundna dreifingu á þeim og réttar stærðir og tegundir og annað þvílegt á þeim stöðum sem það á að vera, kennir starfsfólki að nota það, þá ertu bara með þessar nokkru sekúndur sem það tekur þig að puðra á einu tæki og út með þig, kalla það slökkviliðið. Þannig að við segjum að þetta sé öryggisatriði að hafa ekki brunaslöngur. En er ekki talað að það er hússtjórn? Já. Og þá verða þeir náttúrulega hljóta þeir að vera eitthvað þjálfar í að sinna fyrstu viðbrögð. Já. Og ég heyrði það að það verður líklega einhver rými eða sem sagt tími sem að á brunavarnarkerfinu einhver senkun. Já. Og hvað er að gefa ykkur mikil tími það? Hvað er verið að tala um? Við erum ekki búin að fara nákvæmlega í það sko. Það er bara, nú eru þau hérna og við í samvíku erum akkurat í þessu tölu orðum að hanna kerfi. En sko það er gert ráð fyrir, ég held að sé engin einn tala. Vegna þess að það er bara gert ráð fyrir því að það fari ekki bara eins og er í venlega í þessum kerfum að ef það kemur upp einhvers staðar boð, það fer ekki allt í útkall og slökkvilið koma á staðinn um leið. Það er svona basic principi sko. Að það sé þessi, þú þarft næsta boð líka til þess að fara út í fullt útkall. Er ekki myndavélar líka út um allt? Jú, það eru myndavélar og hússtjórnarkerfi og alls konar fílheri. Þannig að þetta á að vera mjög vel vaktað sko. Og þá var til dæmis eitt sem við sáum á Karolinska þar sem að inn á legudeildunum voru engar bjöllur í brunakerfinu. Ég veit ekki. Jú, sums staðar var bjalla, það var bara, hún var bara notuð bara í raun og veru, þá var bara allt komið í bál og brand sko. Þá var það þannig að voru með á ganginum, sem sagt með þarna á vaktinni og þar vaktin kannski miðjunni á gangi á svona hefðbundinni legudeild og það voru svona ljóspanel, það voru rautt ljós, hvít ljós og sums staðar var þá íla líka eða bjalla og þá sem ef það blikkaði bara hvíta ljósið það þýddi það að það kom brunaboð af nálægri deild þannig að þú varst að vera svona viðbúinn. Ef að rauða ljósið blikkaði þá þurftur að bregðast við því þá var eitthvað að gerast á þinni deild. Þannig að þú gast þess að verið hálf meðvitundarlaus sofandi þannig í sjúkrarúmi og það er ekki hugmynd um það væri eitthvað að vera fyrir en þú þurftir að vita það. Þannig að við erum að skoða þetta og fleira, já. Þakka þér. Ertu með langan lista? Já, ég er með langan lista. Og þú lést þetta líta svo einfalt út að skilur þig líka okkur þetta bruna og svona einfalt út? Nei, ég skil ekki heldur. En var tekið inn í þessa útrenninga matvikar á brunavarnum í húsinu, hvað skeður á byggingatímanum? Það er annar kafli í raun og veru. Við höfum ekki verið beðin að gera það. Það er ekki inn í okkar skópi. Já, maður reikna með nokkrum eldstöðum á byggingatímanum? Já, það er í raun og veru bara allt annað pakki og ég veit ekki hvort að við verðum beðin um það eða einhver annar. Og í framhald að þegar maður sér svona viðkvæmt hús eins og svona spítala, þá veist maður alltaf skeri að reikna með tilmega að bruna í húsinu. Já. Var metið hvað
má verða stór bruni í spítalanum til þess að það hafi ekki mikla truflun í för með sér? Hvað þolir spítalinn mikinn bruna áður en eitthvað fer að verða verulega áhrif? Nei, í raun og veru akkurat svona hefur þetta ekki verið metið. Ég get ekki sagt það. Þú ætti sko hitt ábyggjum kaldarann til að ná 5 megavata bruna í húsi sem þú veist, allt óbrennilegt og mjög hólfað sko, og með vatnsögukerfi. Þess vegna eins og Davíð sagði, hann prófaði þarna 3 megavata og það gerðist bara ekki neitt, það var engin smit og ekki neitt og hann vildi bara sjá hvað þyrfti og það gerðist ekki heldur neitt. Þannig að þetta eiginlega bara til þess að við trúðum í ekki að þetta væri í alvöru svona virkt sko, svona effektíft. 5 megavatti væri það meira til að horfa á áhrifin á húsi? Það væri þá sko helst kannski að það myndi kvikna í sjúkrabíl sem að væri þarna staddur undir, þannig í innkeyrslunni sko. Bara slökkvismenn á hann. Já, ég meina, það er eina sem mér dettur í hug sem að myndi koma einhverjum stórum eldi af stað, en ef það gerir það þá erum við að vona að þeir sem að vinni við á þessum sjúkrabíl kunna slökkva, já. Til að spara aðeins listan hérna og þetta vera með sko misturkerfi frekar heldur en venjulega sprinklur út af í raun og bæði vatnsmagninu, en hefur verið skoðað í sambandi við hólfunin á misturkerfinu að vera með sírenslífi til þess að koma í veg fyrir að vatni setjist að í kerfinu og fúlni. Og það var einmitt eitt af því sem að, já, það var einmitt eitt atriði sem ég gleymdi að taka fram, þar sem að það var þetta var eitt af þeim atriðum sem að gera verkum að verkaupa leist betur á misturkerfið, að af því að í misturkerfinu erum við með rústfrí rör, það er miklu minni hætta, við töluvert miklu minni hætta að við fáum einhvers konar bakteríur eða fúlt vatn eða eitthvað sem var einhver óhreinindi eða annað þvílíkt í kerfinu. Það er ekki verið, nú erum við þyrftum við sennilega bara að fá það frá framleiðendum af svona kerfi þegar þar að kemur, hvort að þeir hafa eitthvað sýrensli eða eitthvað annað í því. Við höfum skoðað hvernig þetta er gert í Skæby í sjúkrahúsinu í Danmörku, þar sem þeir eru með háþrýstikerfi. Við höfum ekki ennþá komist að niðurstöðu hvaða tegund verður hér. Það er alveg svakalega erfitt að komast að niðurstöðu, af því það er alltaf kostur og gallar alls staðar. En það var einmitt þar, ég veit ekki hvort það er eitthvað svona sýrensli eða eitthvað í gegn sko, en vegna bæði náttúrulega er þetta svo mjóar pípur og þær eru rústfríar, það er miklu minni hætta á einhverjum, að dreifa einhverjum óþverra með þessu hefðbundnu sprinklerkerfi. Því stundum farið svo leið að í raun og bara smúla kerfin oftar út? Já, ég held að það er nefnilega síður að þurfa í þessu kerfi heldur en hefðbundnu kerfi. Þessu tengt, skurðstofur og sprinkler, Já. það er eitthvað áttið Já, ég veit á hvað þú spyr. Sko, þetta er, nú til dæmis fórum við í Kolding sjúkrahús í Danmörku og þar var nýbyggt sjúkrahús, þar var engin sprinkler í bráðastofum og í skurðstofum. Þar af leiðandi þurftum við náttúrulega að brunahálfa það frá. Við fórum svo í Karolinska sjúkrahúsi í Stokkólmi, þar var sprinkler í öllum rýmum. Inn á skurðstofum, inn á bráðamóttöku, inn á alls staðar. Þannig að þetta virðist vera svolítið misjafnt bara á millis, og jafnvel eins og í Danmörku er það misjafnt á milli svæða. Ég man ekki hvernig það var á spítalanum sem Inga skoðaði í Hollandi. Ég held að hafi verið sprinkler þar inn í öllu, ég þarf ekki samt alveg 100% fullyrða það. En eins og ég sé þetta þá er bara tvennt að ræða. Það er annaðhvort að hafa hverja skurðstofu sér brunahólf eða að hafa sprinkler inn í henni. Og það er sem sagt bara, já, við höfum þessa 2 kosti, bara samkvæmt þeim stöðlum og reglum sem við þurfum að fylgja, að ef þú vilt ekki hafa sprinkler inni í skurðstofunni þá verður að hafa það sem sér brunahólf, og það er ofta svolítið erfiðleikum bundið út af öllum lögnum og það er þannig, en sko til dæmis að
En það ég gerir ráð fyrir að við höfum þetta þannig að það verði sprinkler inn í öllum skurðstofum af því að þeir vilja frekar reyna að hafa svona klasa saman í einu brunahóli. Og við erum til dæmis með bæði inn á skurðstofunar og líka eins og inn á held í bara alla sjúkrastofur. Við erum með svo kallaða gegnumréttingaskápa. Það eru svona skápar það sem er með 2 hurðum í gegnum vegginn, þannig að þú getur sem sagt opnað og sett einhvern vagn með vörum eða einhverju inn og lokað og svo opnað hinum megin. Þannig að til dæmis með eina konar stofu og annað því, þú átt ekki að þurfa að rjúfa það. Þessi gegnumréttingaskápar til þess þurfa allir að vera með brunahólfandi lokun hurðum öðru megin, sko. Og ef það ekki gert ráð fyrir því í upphafi þá er það bara stórkostlegur kostnaður, sko. En hvað er það sem mælir á móti því að hafa vatnslokakerfi í skurðstofu? Eftir samtal við lækni núna mjög nýlega, þá hélt hann að ef það kveiknaði í einhvers staðar annars staðar á hæðinni að þá myndi bara vatn flæði við sjúkling sem var í opinni skurðaðgerð. Bara eins og í öllum bíómyndum? Eins og í bíómyndunum, sko. Og það var þess vegna sem hann sagði bara, ég vil ekki hafa, já, þess vegna sagði hann bara, ég vil ekki hafa sprinklerkerfi inn í minn skurðstofu. En þegar við vorum búin að útskýra fyrir honum betur þetta og það er meðal annars það er hægt að hafa pre-action-kerfi til öryggis ef þess þarf, ég er ekki svo sem það þurfi, en ef það hjálpar einhverjum að sofa betur á nóttunni, þið vitið, þetta er bara misskilningur. Rörupósturinn, hvernig leystu þið það? Sko, það nefnilega er eiginlega ennþá í lausn, það er ennþá í hönnun. Það er nefnilega þannig að það er eiginlega ekki fyrir lagnahönnun, það er ekki hægt að hanna það kerfi fyrir að það er komin söluaðili. Af því að hver söluaðili verður að hanna sitt kerfi. En mér skilst að þetta eru þessi plasthólkar og mér skilst að sé reynilega bara herpahólkar í þeim skilum sem það fara gegn. En það er að setja lyf og annað, ekki þessu? Já, og þeir eru með, hver framleiðandi er með lausnir á þessu og við komum til með hreinlega bara að rýna þær lausnir og sjá hvort við leggjum blessum okkar yfir það eða ekki. Og eins með lín- og sorpkerfi, þá hefur það hreinlega verið leyst með einmitt líka einhverjum lokum og svo er bara á þeim stöðum þar sem er upp á og endir, það er inn í sér brunahólfi. Það er svona. Hvenær kviknaði síðast í spítal? Ég bara veit það ekki. Á Íslandi þá? Já, Hólamann. Ég bara þekki það ekki. En það sko ég tel til dæmis að í nýju húsi, auðvitað getur alltaf eins og við öll vitum að það eru tæknilegar orsakir fyrir íkveikju eldsvoða. Það er náttúrulega bara, við vitum það, en við vitum það líka með því að leggja áherslu á góða hönnun og þá til dæmis fyrir rafmagni og öðrum svona eldhættu þáttum að þá erum við alltaf að minnka líkurnar alltaf meira og meira. En við verðum alltaf að gera ráð fyrir hvað ef. Og svo erum við kannski með einhvern einstakling sem kannski ætti að vera vistaður á geðdeild en er þarna út af einhverju öðru og hann getur kveikt í ruslafötunum eða rúmfötunum sínum eða hverju sem er. Mér finnst svoleiðis svona scenaríó líklegra heldur en margt annað, sko. Eitthvað svona íkveikju dæmi. En þá erum við náttúrulega líka með öryggiskerfi og viðbragðsáætlanir og alls konar. Í sambandi bruna á sjúkrahúsum, næst á eftir heimilum, þá eru sjúkrahúsin, eða þessar heilsustofnanir, næst hættulegasti staðurinn sem er á Íslandi til að fara til bruna. Það er kannski líka að spyrja hvað er mikið tilkynnta bruna sem er vitað sem verða kannski næstu í bruna. Ég get alveg ímyndað mér að það hafi verið töluvert af útköllum þangað. Einhverja fleiri spurningar? Endilega umræður. Úttekt eða yfirferð þriðja aðila, verður hún áður en við setjum málið til þingarfulltrúa? Verður það hluti af gögnum?
Sko, það eru komnar samþykktir aðaluppdrættir og fyrsta útgáfa, það er í raun og veru svona forhönnunarskýrsla frá okkur var send fyrir ári síðan. Og en við vitum að það var ekki hefðbundin yfirferð hjá slökkviliðinu til dæmis eins og væri á venjulegum byggingarnefndar innlögnum. Þannig að þeir bara, við kynntum þetta hreinlega fyrir þeim og sögðum hvernig þetta væri en það er ekki búið. Þannig að þetta rýni þriðja aðila, við erum að vinna í og það er stutt í útgáfa næstu skýrslu sem kemur inn með næstu, eða fljótlega eftir næstu byggingarnefndu teikningum sem við erum að vonast til þess að vera settar inn fyrir jól. Og ég ger ráð fyrir því að þegar að það er komið, að þá ger ég bara ráð fyrir að sá pakki fari í rýni. En það er náttúrulega okkar verkkaupi sem að meðhöndlar það sko. Hvað er þetta komið langt? Nú bara keyrir maður það framlega, það er bara að vera að grafa alltaf. Hvernig er menn að fara að byrja að steypa og eitthvað? Er það byrja kannski? Magnús, veist þú það? Hvernig ætlaðu að byrja að steypa? Nei, ég held að sé bara fljótlega eftir áramót sko, það er nýjasta sko. Já. Það er bara... Það sem er verið að grafa er náttúrulega fyrst og fremst það sem þeir hafa verið að vinna í götum, veitum og lóð. Og það er náttúrulega að undirbúa svæðið og setja alls konar lagnir og tengiganga og það er fullt af neðanjarðar tengigöngum þarna og alls konar system sem þarf að gera áður við getum fara að byggja húsið. En það er samt komið í, það er bara stutt í að það fara að bjóða út gröftin. Það er í gangi. Það er alltaf búið að gera svolítið stóra holu. Hvað gegn allsprengingastefni eða allsprenging? Það er viljum, vetni og svoleiðis í... Það gas, já, það er raun og veru ekki, það var talað alltaf að gasstöðin yrði annars staðar á lóðinni. Það eru lagnir inn. Það er ekki búið að ganga frá því nákvæmlega hvar það verður. Það er ekki gert ráð fyrir því inn í húsinu. Ekki típa að fá gas og... Jú, það eru þá bara gaslagnir og þær eru með öryggislókum og öðru þvílíku á þeim. Já. Allir, það er svara forriðinni. Ég stiði alveg fullkomlega í sambandi með brunaslökkuna. Já. Hver er kostnaðurinn á brunalúk og þessum íslenskum? Það er alveg stór munur. Hvað er þessi prósent? Ég er ekki alveg klár á því í prósentum því að við getum svo lítið skoðað verð af því að við mögum ekki skoða en ákveðna aðila sko. Þetta er alltaf í útboð á evrópska efnahagssvæðinu og eitthvað svoleiðis. En þær eru ógerar við þessi lokar, þeir eru tiltölulega einfaldir, það er engin mekanismi þannig búnaður eða þannig lagað í þessu og það er engin viðhaldskostnaður. Þannig að það er alveg stór munur á. Ég bara get ekki sagt í prósentum, ég er bara ekki með það. Ég hef bara sagt þér að aðili sem sér hlutina núna eða Landspítala, hann ég veit ekki, mér finnst ég ætti að fá stóran kommentkassa jólagjöf hjá honum. Það hlýtur að vera ekki að krafa með einhverja virknipróf eða einhvern móti sem verður í fastu uppli? Nei, þetta er ekki virkni, hann er bara... Það er ekki testa Það við fáum þá að vita að það fara framleiðandi vantarlega. Þetta er náttúrulega, sko, í rauninni passív lausn. Það er svona sjokk. Og brunalokur eru aktív lausn og aktív lausni geta bilað eða verið óvirkar, ofta passív lausn. Á því leyti til þá náttúrulega eru, sko, teljum við að öryggi sé í rauninni meira ef eitthvað er. Er þetta líka sem Já. Þetta er aldrei neitt skoðun. Ég bara, eftir því sem ég kemst næsta, þá er það bara hreinlega sjónskoðun, sko. Eins og veggur? Já, bara eins og veggur eða þétting eða hvað eitthvað, sko. Nei, ég veldi þér með þetta hluta að bruna lókun? Sko, að sjálfsögðu komum við til með að fara
yfir allar sko tæknilegar upplýsingar og svolítið sem að fylgja frá þeim framleiðanda sem eru keypt frá eða áður en það verið keypt frá. Þannig að þá ef það eitthvað sem við ekki vitum núna sem kemur þar í ljós og þá verður það auðvitað allt skoðað. Það brenna þéttingar á milli fyrir skólan? Já, það er þéttingar allt annað sko. Já, já. Hvað reiknar með að skapist mörg ástörf í því að viðhalda brunavörnum í spítalum? Ég er bara ekki hugmyndu það, ég er rosalega lítið fyrir statistík, ég held að það sé meira á þínu svæði. En ég er samt eins og heyrðir, ég er búin að reyna að gera hönnunina svo einfalda að það er miklu færri störf heldur en að hefðu annars orðið sko. Það er engin reykblásarar, það eru held ég 2 reyktjöld eða 3 í öllum húsinu. En reiknar með að séu einhverjir sem svona öryggisverðir í húsinu sem eru bara með þetta sem... Ég þekki bara ekki hvernig rekstrarformið er hjá þeim. Já, þannig þið í raun og veru... Við afhendum í raun og veru þennan pakka. En ekki með rekstarar? Við erum ekki með það, en við náttúrulega komum til með að við erum með ákveðna grunnforsendur sem þarf að byggja, til dæmis við erum ekki með hönnun og rýmingar áætlun, er ekki okkar könnu eins og er. Þannig að við bara leggjum fram þau gögn sem þarf að byggja á til þess að sé hægt að gera góða rýmingar áætlun og viðhald og sem sagt eigið eldvarna eftirlit svoleiðis sko. En við erum ekki að hanna það á þessu stigi. En nú var helsta röksemdin hjá þér í sambandi við að velja einstaklingslokan í staðinn fyrir brunalokunar, það er rekstrarþáttur. Það er rekstrar og já, það var miklu leyti rekstrarþáttur og líka þegar ég fór að skoða þetta betur og þá fannst mér sko, ég er alltaf, eins og Davíð segir, ég er alltaf mér líður betur með passíva heldur en aktífa brunavernd. Það er eiginlega líka svolítið það, hvort sem að það rekstrarþátturinn náttúrulega var stór hluti af þessu, af því að við vorum beðin þetta upprunalega þaðan. Getið þið reynt að sleppa öllum þessum lokum eða minnka þeir eða eitthvað svolítið að fækka þeim. Þannig að þess vegna fórum við að skoða þetta. Svo þegar við sáum þetta, hvað þetta væri, af því að ef við erum með þetta, þar sem er lítill sem engin rekstrar og viðhaldskostnaður, í staðinn fyrir fullt af mekanísku sem getur bilað, þá verðum við líka búin að hækka öryggisstigið, finnst mér. Þessi benda líka að þetta líka leiðir reyklosun? Já. Losa reykinn? Þetta losa reykinn alltaf út af því að þetta gengur áfram við bruna, já. Þannig að þetta hjálpar til með það og þar af leiðandi getum við kannski verið með, þar af leiðandi getum við verið með, sem sagt þurfum við minni áherslu að leggja á reyklosunar úrræði á hæðanum. Þetta hjálpar til við það líka. Hvað er verið að tala mikið fjölda fólki sem rúlar hann í gegn? Ég hef ekki hugmyndu það. Ja, þú veist, bara starfar hann á. Veistu, heilinn á mér, hann er eins og sigti. Og ef það er einhver svona atriði sem er ekki lífsnauðsynlega þá eiginlega, nei, veist það alveg tala, ég man ekki svona þau. Miður, það verður að koma frá einhverjum öðrum. Er ekki 11 skurðstofur og bráðamót? Jú. Segir eitthvað til ekki. Þetta er bara, en mér skilst það eins og ég sagði áðan að húsið sé þegar orðið á lítið. Og ég veit að þeir sem eru að hanna tæknikerfin, bæði rafmagn og lagnir, að þeir eru helst á því að barbakapið þurfa að setja þetta upp vegna þess að það er ekkert pláss fyrir ofan eftir. Það þarf bara að vera með eitthvað svona annarkvort að ráða barbakapa í þetta eða eitthvað svoleiðis. Þannig að mér skilst að þetta er búið að vera mikið púsluspil að reyna að koma þessu saman og að koma þessu allir fyrir því að það var fast til dæmis þá var fast í hvað heitir það? Það mátti ekki hækka húsið. Já. Skipulaginu. Deiliskipulagið var fast, það mátti ekki hækka húsið þó við hefðum viljað fá 10 cm í viðbót á hverri hæð. Hvað er salarhæðin? Magnús, manstu hvað salarhæðin er? Það er mismunandi eftir hæðin, sko. Já. Það er 4,5 svona... Normið. Já, á neðri hæðunum. Já.
og við erum mest með, ef ég man rétt, 90 cm þar sem við fáum mesta plássi fyrir ofan niðurtekjuloft og þeir hefðu viljað fá meira. Það kom öllum stokkum og leyslan fyrir. Þetta var sprinklerverja fyrir ofan flott. Það allt sprinklerverja. Og þess vegna er til dæmis líka svolítið rýnt pír og auga á miðstöðkerfin því að stofnarnir og lagnirnar eru svo miklu fyrirferðarminni. Það var svona ekki að það hafi neitt haft afgerandi ástæðu en það hjálpaði til. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og takk fyrir góðar umræður. Ég vona að þetta sé, það verður forvitnilegt og sé einhvers vísari. Og svo bara sjáumst við, erum við með nokkurn annan fund fyrir jól? Ég ætla að sjá til hvort við tökum einn stundlandur. Alvarlegt í desember, já. Endilega, höfum smá jólafund eða eitthvað. Já, það verður svona sérstöku jólafund. Sérstaka jólafund, já, næstu kom gleyma því. Þannig að við getum búist við að það er nóg kannski einhvern fundamót, kannski einhvað. Þetta verður síðan í viku 2 í desember. Það reyna að vera ekki komin alveg í jólaörföldurina en... Kaupum svo allavega konfekt þá eitthvað, er það ekki? En takk kærlega fyrir komuna.